ok, fails, mér langar að heyra á nokkuð fails eins og við fórum upp Þorbjörn ertu að tala um keilir? Tvö fails sko, við fórum Þorbjörn og hvað fyrst getur sem við fórum upp, right? Ekki, saman fyrst getur sem ég fór upp hana og þá þú tekur hægri hérna og þið veitir þegar að keyra á Karlsveginum og fyrir svona rétt art að fara upp heiðina, þú sér Þorbjörn hægra megin og hann hægri, ég leik, cool svo fyrir hann niður og þá þetta bara svona 45 gráður niður í sandi hann var alveg, ertu viss? Ég sagði, já, það hérna, þetta bílaplani og ég hugsaði, þetta voru bara laus möl í 45 gráða halla, alveg eins og þú segir, niður þú náttúrulega, ég treysti út vinur minn, ég elska þig, hún þekki hann lengur með einu eistu ég ætla ekki að segja nei við þig, sko nei, það var mjög fucking fyndið út af því allt í innu þegar þú varst komin of langt onni lausa möluna og þetta var ekki þú veist, þetta var ekki svona malavegur sem fer svona niður til ská það var ekki laus möl sem voru hann þetta var eiginlega bara fullt af grjót sem var bara svona, og ekkert lítið líka þetta var allt svona stórir sem litlir já, þetta var ekki eins og sandur eða eins og svona stóri sandkornar eða eitthvað svona þetta voru kannski svona stærðin af þeim öllum var eins og epli já sem var verra út í það hvað notum þetta til að reyna að koma við festum okkur, right og vorum að reyna að keyra upp snúður ég við eða ekki náðu ég að gera það nei, ég reyndi bara að fara aftur upp bara svona aðstu vinstri, nei, virkar ekki við festum stekkið og byrja ég byrja strax buks, ég að fuck upp lakkið af því ég var að skjóta steinum alls þar og svona og ég gett stressað á það en svo líka, svona shit happens og hvernig bíl var þetta eftir? Var þetta ekki Honda? Honda Accord, alveg fyrsti bílinn sem ég elska því málningin var gett flott skaman að þrýfa hann og svona við svo allan að við tökum út en ég var með tjakka í skottinu og þá tökum við þess að handfókin að og ég veit ekki hvort ég nota að þú reyna að nota það til að taka steina frá dekkinu já, við vorum báðir að skiptast á og við vorum búin að vera allt inn í hálftíma og svo náðu að keyra eitthvað smá en þú festir alltaf bílinn aftur og við vorum alveg í hálftíma ef ekki 40 eitthvað mínútur við erum problem solvers við erum betri því þannig að við löpum að það var svona track eins og einhver hafi keyrt hana já, bara til að gá hvort að við gætum keyrt síðan einhver starf upp á veginn svo kom einhver securitaskur var ekki einhver securitasbíl ég held að þetta var flutningabíl ég held að þetta var DHL-gæði eða UPS-gæði hann stoppaði, þú veist líka hann var ekkert eitthvað, þú veist ég var alveg bara svo hann nefndi að gera það ég var ekkert að expecta hann myndi eitthvað en að stoppa og hjálpa okkur hann fór inn í bílinn og byrjaði að vakka hann skilur, áfram og tilbaka og svona svo bara slopp hann og hann keyrði bara strax á stað og fór að veginum fór út á laf, strákar en sko hann náði hann að fara upp á veginn eða keyra bílinn niður af því ég sá hann þetta eina ef við vorum að tala það eina leginn til að komast úr þessu er að fara á hennar veg sem var neðar sem var þetta á malavegur það var malavegur, þú veist á endanum af þessu grjótrasli niðri og það var ekki sens að við vorum að fara að ná að keyra upp draslið með svona þú veist, engum hraða á 45 gráða halla þannig það var eiginlega eina leiðin til þess að komast upp er að gá hvort að við gátum fengið nóg mikla hraða á þessu malavegi sem var fyrir neðan aðalvegin og bara bruna upp brekkuna og við gerðum það við náum gegnum þetta og hvað gerðum eftir það? Snúum við fórum aftur lengra að actual staðnum sem að fyrir Þorbjörn fórum upp Þorbjörn það var rosalega grótt að því maður var ekki að nenna í endal við vorum blóðin í klukkutíma eða eitthvað að laga þetta og endalist bara eitthvað fuck bara að fara heim en við fórum upp fjalli og svo þarfum við komin upp við tölum þetta við lendum í gett shitty, pirrandi vesenni, við náðum bara að klára koma okkur úr þessu og fórum upp fjalli og það var léttiparturinn að fara upp fjalli það var gett skemmtileg dagur sko. Já, það var léttiparturinn við fórum með Esjuna það var gett scary fyrir mig það var svo mikið vindur og við fórum erfiðarlegina það var ekki svona weird skáleið við fórum leiðina sem eiginlega allir fara til að byrja með og það svona þú ferð eiginlega inn í hornið á fjallinu sem það kemur svona skot inn í fjallið þú veist það er það lækur hún svona pinkulítið foss og svona lengur já, það er einhver foss eða eitthvað svona það kemur svona straumur svona á milli gönguleiðana tvo sem eru vinstra megin og hægra megin og vatni, sko.
ég man, já það var ógeðslega, þú veist, þú gast drukkið vatnið og ég fyllti brúsa minn held ég að vatnið líka. Já. Manstu hvað ég kom með á þessari ferð? Hvað voru, let me break it down. Bara frá mínu, ég náttúrulega bara saklís einstaklingur, góðu vinur, bara einn að pæli í náttúrunni, við löpum hann upp og ég hann sánguð, þannig, veist, hvað, fyrir mig eitthvað svona afskot, fóðum ekki ég tók hólana og ég opna töskuna, þú veist, segja vatni, þetta eitthvað shit og þá bara whip, ballgag, lube, handját held ég. Handját, tvö reipi. Já, nei, líka bara reipi. Það var mest að svona, þú veist, þú opnar, þú sást bara reipi og alveg, right, hann að fara að myrða mig. Alltaf lagi, skilur, en Alltaf lagi, sko, ég bara, bjórunni alltaf lagi. Það verður bara að vera þannig, sko, en við byrjum að tala hversu létt að vera að myrða mannesku á Esjunni. Ídónum niður hérna, ídónum niður hérna. Þú gæti nefnilega og það kemur alltaf ein manneskja sem labba framjá þér ef þú leiðinu upp eða niður ef þetta ekki einhver ógeðslega góður sumardagur þá er alltaf einhverjur að fara upp Esjuna. Það getur ekki fara einnuna sko. En svona á venjulegum dögum þá eru alltaf einhverjur, þannig það er alltaf svona 5-10 mínútna. Það er fórnarlömb hana sem eru bara að bíða eftir að vera höggin í hausum með steini hrind niður fjallið en það er alltaf svona 5 mínútur á milli manneskjur, þannig einn geti komið allavega 5 mínútur þá getur næsta kemur. Þú getur líklega stýtt einhverjum og falegan svona ish og þú þarft ekki að fela, þú bara drepur hann með grjóti og þú sem sagt þú býður hann til hann búin að labba fram hjá þér. Þú útskýrir hvernig að drepa fólk. Þú vorum alltaf að pæla í þessu maður. Við vorum að pæla í þessu eftir að við fundum draslið mitt og þú tekur bara svona stórt grjót bam, beint í hausin á gæjanum. Hann labba hann fram hjá þér, bam, aftan á hausnum kannski einu sinni enn, bam, þegar hann niður hann komið niður, sleikir hann. Það eina sem þú þarft að gera er að ýta honum til hliðar þannig sem sagt niður einhverja brekku, þannig hann rúllar eitthvað, þannig fólk finnur hann ekkert. Nei, ekki strax út af því ef einhver gæi labba framjá þér og þú varst að rota eða drepa einhvern gæja og hann labbar síðan að þessum gæja, hann var alveg, hver var þessi gæi sem ég var að labba framjá, þannig þú er að ýta honum niður til hliðar. Ég held að það gæti verið frekar létt út af því hvernig getur við vita hverjir voru upp að Esjunni eða, þannig ef þú ætlar að drepa einhvern krakkar þá skulle þú gera það Esjunni. Þú ert að tala aðeins svo rólega þetta þessu setja, já veist getum alveg að fara næsta þriðjudag og gert þetta sko, það er ekkert mikið mál sko. Ég nota raukhugsunum við hvað sem er sko. Við erum flott í kallmennu, við veitum hvað við erum að gera, við veitum hvað við viljum. Við þurfum að vita hversu dimm við getum verið í alvörunni til að vita takmörkin, línuna. Já. Eins og við fórum upp í Auschwitz, það er bara massíf reynsla sem ég held að allir ætti að prófa, sjá hvað fólk geta gert. Já. Þetta er nothing sko, íta einhverju niður hól, 2 steina in the back of the head. Þú ert döður frekar fljótt, en þú þarft ekki að bera sandpoka á milli, þú veist, allt þetta ógeðslega shit sem nasistanir létu fangana gera. Þú ert samt sko, þú ert sama level, því þú nasistar ljúga þér, right? Þú fer í camp, þú vinnur, work will set you free, svo fer í styrtu og deyð, right? Þú lögst líka hinn við hann, hann var bara að labba þig, chillandi, góðan daginn, BAM! Steinn í höfuði, dauður. En ef hann hefði farið til Auschwitz þá hefði hann kannski þurft að lifa í 6 mánuði í Auschwitz. Þannig að hvað er hann að væla? Hvað er hann að væla? Fuck that guy, maður. Fuck that guy sem við hefðum dröfið. Við fórum með Auschwitz saman, right? Hvað er svona sem tókst mest úr í svona, alltaf við tölum alveg mikið þegar við vorum hann, en hvað var langt síðan við fórum hann? Skrítið að sjá að þetta er í alvörunni til og því maður hefur bara séð þetta á sjónvarpinu. Skrítið að sjá að þetta gerðist í alvörunni. Þetta er svona, þú veist, þegar við veitum að allt þetta gerist, þess að við drasli í Rússlandi og Kína og Hiroshima, við veitum að þetta gerist, en að sjá þetta, þá er svona, núna er ég með þessa minningu, mér er aldrei gleyma því og þá er ég partur af þessu, right? Þú veist, við erum partur af, við veitum að þetta gerist, right? Ég held að það hafi verið, það sem sló mig mest var að sjá staðana og veist, þessar blokkir og sjá hvernig þeir voru að sofa fangarnir og hvað myndi gerast við þá. Það sem ég man geðveitt vel eftir og það sem ég hugsa stundum eins og það fyrsta sem ég hugsa núna þegar þú nefndir Auschwitz er að
fangarnir myndu þurfa að fara út úr þessum blokkum í náttfötum eiginlega, það voru bara náttföt, það var mjög þunnt bómulefni og það var ekki eins og þú gætir haldið þér hlýjum með þessu, ekki séns, og það var kannski hávetur, kannski mínus eitthvað og rigning og vindur, og það sem gæinn var að útskýra hana sem ég man best eftir var að þeir myndu þurfa allir fangarnir að fara úr blokkinni, standa á götunni, svo myndu verðirnir þurfa að telja hausana og ef það vantaði einn þá myndu þeir kannski bíða bara, þú veist, í mínus 15, já, bara í hvaða veðri sem í náttfötum, í hálftíma, klukkutíma. Ég man að hann sagði að þeir þurftu einu sinni að bíða í hálfan dag eða heilan dag út af því einn gæi slapp eða eitthvað. Það bara var að fannst ekki einn gæi, þannig þeir þurftu allir að bíða þarna út í þessum kulda og vinna í þessu bara, og svo þurfa þeir líka bara að fara að vinna. Það að hugsa það að það hefur allt gerst, það einhvern veginn, það er samt ótrúlegt að maður fór þangað. Ég trúi því samt ekki, þú veist, það er erfitt að trúa því að þetta hafi gerst. Það var virkilega erfitt, þú veist, aðal staðinni sem maður svona gætt fundið alveg, þú veist, svona illa andan, vonda andan, þannig að sérstaklega í gasklefa 1, þú veist, þú veist, séð einna klórin á veggjunum, svart, þú veist, örugglega blóð í klórinu, allstar, svo lappar í næsta herbyggja þá pizza, right, og þeir tóku líkin og setta inn og brundu það svona, og svo þegar við sáum hárið, fyrst það þykir dýmið okkur, þú lappar inn í gang og það er bara, var þetta báðum megin gler? Já, það var svo mikið hár. Þetta voru, það er ekki, ég veit ekki hvað sem er kíló, en þetta voru 4 eða 6 gámar, right, af hári bara. Já. Huge gámar sem ég getur, svona eimskip gámar, bara fully huge. Og þá var ég bara að byrja að gráta og svona, það var bara svo sem eitthvað Íslendinga með eitthvað ég fannst alltaf leiðilegt að sjá fólk ekki að taka myndir endalaust og vera fyrir fólki og vera ekki að taka myndir og snúa sem við að taka selfie. Við erum alltaf tölum óslega mikið þetta hvað nákvæmlega, hvernig við vildum experience this, við stjórnum því svolítið mikið sem ég finnst, þú veist, það er rosalega stórt á okkur finnst mér, eða fyrir við vissum hvað við vildum, right? Við vildum lærum þetta frá The Guide sem var meðast hann geggjör, ég var alltaf bara hlýna þess að ég var að hlusta podcast eða eitthvað og mér langaði bara að læra frá honum nákvæmlega hvernig þetta gerist og lesa eins mikið facts og ég get hort á allt, skoða mig og pæla í þessu og þá horfum við á nokkuð vídeo á YouTube, þú veist, ekki what not to do in Auschwitz og svona, og sem er gott, þú veist, ekki að taka myndir og eitthvað svona shit og bara hlusta og þú veist, smá respekt, skilur við, vannst þegar maður býða eftir þetta byrjaði og vonum bara svona fyrir utan, þú veist kannski að ég fór að pissa eitthvað, svo fer út og þá eru svona gler svona rammar með mynd af nokkrum gyðingum sem lifðu af og sín kannski mikið börn eignust eftir á, veist, ég man því 3 kannski 3 kynslóðir eftir þessa manneskja sem bara, það er geðveikt, hún slopp úr þessu og það sýnir hversu mikið að við töpum út frá öllu þessu, skilur við. Já, hversu marg, við myndum að vera 8 billion ef við hefum ekki mist einhverjar 4-5 kynslóðir eða eitthvað. Þannig að mér er mjög gott að þetta var bestast færi sem ég farið í þó að þetta var það særist. Það var alltaf skemmtilegt í Pólandi, krakka á sjálfu. Já, mjög gaman. En þú veist, það var samt ógeðslega, mér fannst ógeðslega góð stemning í Pólandi. Já. Og það var febrúar, en það var fínt veður allan tíman. Manstu við fórum út að labba kannski síðasta kvöldi og það var bara fucking vibe. Við fórum í loftbelg. Ég gleymi þessu öllum á, við fórum í loftbelg 200 metri upp, right? Já, 50 metra við fórum í carousel svona, huge carousel og það voru 50 metrar. Er það hvað það heitir? Carousel? Ég man ekki hvað heitir í íslensku. Þetta er bara svona tífóli hjól svona. Já, tífóli hjólið sem er risastórt hjól og það eru svona vagnar í því og þú ferð ógeðslega hægt í kringum það. Fórum við það. Skítrættar að detta út og þú veist, það var kúkur á skóninu, mástu. Og hann var hann í 2 daga, mástu, það var kúkalitt inn í the carousel
og ég var alveg Við vorum inn í vagninu og ég held ég sagði það fyrst, ég var alveg hvað fucking skítafíla þetta og þú varst alveg, ég veit ekki, ég finn ekki neitt og svo varst alveg, gauð, ég finn þetta hvað þetta? Ég var alveg, ég veit ekki, þetta ekki af mér og þú varst alveg, kíkja undir skona hérna svo var ég alveg, bók, kannski þetta undir skona minni Kíktu vissum við þá? Já, það var þessi dagur nei, ég held að það var næst síðustu dagurinn já, ok, ég nefnilega stegi í hundaskít áður en við fórum til Auschwitz áður? Já ég man nefnilega við þau og því það var skítafíla inn í rútuna líka, manstu oh my god við föttum það ekki við erum svo miklu hálfvitar við erum það miklu hálfvitar að ég man allavega eftir ég er mestu hálfvitin ég man eftir því að hafa fundið skítafílu allan tíman í rútunni og ekki kíkt undir skona mína ég man við settum skona hérna í skápin, í læsta skáp í hótelinu á meðan við vorum að sofna svo var ekki leik já eftir að við föttum að ég stegi hundaskít þá settum við það inn í hvað er þetta svona öryggisskápurinn það sem getur læst með pinnum kúkarskáraninni ég meina þetta er ekki lofthelt en fuck hvað það var vond lykt inn í þessu drasli þegar við vorum að fara og svo líka manstu hvernig við skildum eftir íbúðina ég ger það alltaf bara og ég hætti því aldrei sko bara mér leið illa eftir á út af því þetta var eins og í alvörunni eins og 5 12 ára krakkar höfðu stólið kreditkorti hjá foreldrum sínum, pantað sér hótelíbúð og bara get crack eða eitthvað fari og keypt fucking fullt af mat við keyptum svo mikið af mat ég búin að gleyma því og það voru bara pokar frá Uber Eats, McDonald's, Burger King hvað var líka við keyptum vöfflur með Nutella í því og það var svo við borðum það og ég borðaði hans skamt út í og honum fannst það svo ógeðslegt og mikið sigur að ég borðaði það alltaf því sko mér er drullu sama því ég sé bara svona eins og ég gerði í Amsterdam líka með Jóni ég keypti svona waffle cone með Nutella og þetta var þú veist helmingi minna þetta en ég samt 4 bita og ég bara gamgöð svo fuck mikið sig en það voru 16 pókar í gólfinu og það var eina sem var í hótelinu og bara búin að íta allu á þetta desk og fucking rúmi í rústi og bara herbyggja og nýtt og svona já mér langar að vita, ert að fara að nota þetta ekki? ég held að ég nota smá þessu sko, allan á Oreo ok, cool, ég er bara að spurja ég er bara forvitin og okkur er búið að ganga vel það gera bara svona, þá sé ég hvernig ég er þetta og þannig að I got another jumping point ok, við fórum í 50 metra carousel-drasli og það var alveg og okkur var hátu upp svo kom burginu flóta svo fórum við í loftbergin sem var 200 metra, right? Ég held að hann var með þess að 250 það geti verið sko því við sáum allt saman mér varst það ógeðslega cool það var rosalega fucking hátt uppi það fyndi ég ringdi það eina stelpi sem ég var svo með eftir á að ég var hann var sem sagt með mér í útlandaferð og á meðan við vorum saman að deila þessari stund upp í loftbelg hvorugir prófað að fara upp í loftbelg þá á að býta aðeins, ég þarf að FaceTime hennar gælu sem ég nýbyrjar að tala við ég er að reyna að leiðast kissast smá og hann vil ekki einu sinni hafa mig ég sá það var eitt couple, right? Eitt svona side couple og svo voru 2 gælur og ein gælan var bara á gólfinu í mittishæð þá var bara járatan og gast ekki að sé en svo var bara svona net það var net þannig þú gast aldrei hoppa af það var líka með loftberg ég var svo hrættur alveg þú getur bara sé niður þú getur tekið í handriðið og hoppa niður en no way það var niður þú kemst ekki úr þessu sko sem er gott en þannig að hún var auðvitað þetta er claustrophobic shit og ég er uppi en pussy hún var á gólfinu allan tíman fyrir neðan handriðið þú veist það ekki eitthvað leiðilegt ég vildi alltaf enjoy it það var ískalt og svona ég hringdi mömmu líka já ég mann þig en við vorum líka lengjar uppi ég nenni ekki að kissa það svona mikið sko bara smá þú kisti mikið neitt nei 2-3 mínus 2-3 ég pröpaði með þér flott hér en þannig ég hringdi þessar stelpur right og við vorum saman í 2 mánuði og svo gerist það ekkert annað skilur þannig að þú eiginlega varst bara right ég hætti að bara kissa þig og bara vera jákvæður og góður með sem ég átti right ég þurfti meira right þú ert búin að vera með mig
í 10 ár og þú veit alveg ég ætla ekki að nýta tækifæri við erum með honum uppi á þessum laftbelg ég ætla að facetima einhverja gælu sem ég nýbyrja að tala við shit, það gæti til í smæður hljóma ég ekki eins og ég vilji fá giftingarhring hann ennþá ekki búin að spyrja sko, þú er að spyrja mig fokkin laftbelgli með mikið hann sullandi bjórin já, ég blindfullur smá svona fyrir ykkur sem er að hlusta hérna Arnar, eitthvað sem í gangi á núna eitthvað sem, þú náttúrulega vilt ekki kláð þú ert með Nokia síma, right? Þú ert með hérna LG síma sem er ónýtur ég vil ekki fá neitt óþarfa rugl í lífum shit, Jóna kominn þú sagði, þú vildir ekki með rugl sjá hvað kominn en ég get tekið við Jónu get the fuck over here, we're on tape hún var að búti Drunk Jenga þannig að það þýðir að þetta podcast er búið takk fyrir mig Arnar, gaman að spjalla við Whatever her problem is, gaman að segja maður